Góða kvöldi kæru áhorfendur og verið velkomin með okkur IATV-mönnum í Akraneshöllina þetta mánudagskvöldi. Örn Arnarsson heiti ég og heilsa ykkur fyrir hönd IATV. Það er loksins. Það er alveg langt síðan að við sýndum kvennaleik síðast í deild. Það var náttúrulega bara síðasta haust þegar við vorum út á Álftanesi þegar IA tryggði sig upp í lengjudeildina. Núna er lengjudeildin að fara af stað og það er Grindavík sem að kemur í heimsókn. Ekki amalegt. Þetta er í 5. skipti sem við sýnum beint frá leik IA og Grindavíkur í kvennaboltanum og það er skemmst frá því að segja að Skagaliðið hefur unnið 3 af þessum leikjum. Einu sinni hefur orðið jafntefli og markatalan 10-5 Skagakonum í vil. Þannig að einungis 1 leikur af þessum 4 sem að búnir voru markalausir. Þannig að hér má búast við bara tómri skemmtun held ég og það er allavega, það er vel mætt í höllina, það var skemmtileg uppbytun hérna fyrir krakkana út í Elkan-tjaldinu og þannig að þetta verður bara veisla held ég og vonandi í allt sumar. Lengjudeildin auðvitað miklu sterkari heldur en önnudeildin þar sem við vorum að horfa í fyrra en já, liðið tryggði sig upp út á Álftanesi í síðustu deildarútsendingu okkar og síðan þá hafa orðið þjálfaraskipti. Skarphéðinn Magnússon er farin að þjálfa Skagalið í staðinn fyrir Magneu Gullustóttur sem að lét af störfum eftir að hafa komið liðinu upp úr annarri deildinni og þannig að þetta segja Skarphéðinn Magnússon er að taka við góðu búi í sínu fyrsta verkefni sem meistaraflokks þjálfari ég sé ekki að fara rangt með og það verður að segjast að hans ferill hefur farið ágætlega á stað. Þeir eru búin að vinna 2 fyrstu leikin í bikarnum, komnar þar vel áfram og meðal annars sýndu við hér sigur gegn Selfossi í fyrstu umferðinni og síðan unnu þær Fjölni úti í annarri umferðinni. En já, lengjudeildin kannski hér á eftir. Ég er að bíða eftir að Aron Ími Pétursson, meðal annars fyrrverandi þjálfari meistaraflokks kvenna hjá IA og núverandi yfir þjálfari 11 mannabolta á Akranesi hjá IA komi og hann ætlar að vera að lýsa þessu með mér en ég kannski renni yfir byrjunarliðin. Khalil Keswar, nummer 12 í markinu, nummer 2 er Madison Brooke Schwarzenberger, nummer 5 er Anna Þóra Hannesdóttir, nummer 6 er Birna Rún Þórólfsdóttir, nummer 9 Erna Björt Eliasdóttir, nummer 10 Bryndís Rún Þórólfsdóttir fyrirliði, nummer 11 Juliana Marie Pauletti, nummer 18 Sunna Rún Sigurðardóttir, nummer 22 Selma Dögg Þorsteinsdóttir, nummer 27 Elvíra Agla Gunnarsdóttir og nummer 53 Vala María Sturludóttir. Ég hitti Skarphéðinn hérna rétt fyrir leik og hann tjáði mér að hann væri í rauninni með svona nánast fullan hóp að velja úr. Það er einungis Erla Karítas Jóhannesdóttir sem er pínu tæp og er ekki í byrjunarliðinu í dag. Í markinu hjá Grindavík er Kathleen Kellogg nummer 1, nummer 2 er Bríet Rose Reisdóttir, nummer 4 Emma Kate Young, nummer 8 Aubrey Goodwill, nummer 10 er fyrirliðin Una Rose Unnarsdóttir, nummer 15 Tinna Hrönn Einarsdóttir, nummer 18 Ása Björg Einarsdóttir, nummer 22 Sigríður Emma F. Jónsdóttir, nummer 23 Júlía Rán Bjarnadóttir, nummer 26 Unnur Stefánsdóttir og nummer 28 er Mist Smáradóttir. Nú og varamenn hér í kvöld. Varamarkmaður IA er Salka Hrafns Elvarsdóttir, nummer 1, nummer 7 er Erla Karítas Jóhannesdóttir, nummer 13 Kolfinna Eir Jónsdóttir, nummer 14 Dagbjört Líf Guðmundsdóttir, nummer 17 Lilja Björk Unnarsdóttir, nummer 21 Ylva Lagsta Launarsdóttir, nummer 28 Telma Björga Rafnkelsdóttir og Skarphéðinn Magnússon þjálfari. Aron Ímir er að koma hérna og fá sér sæti hjá mér. Klára að fara yfir varamannabekkin hjá Grindavík. Nummer 3 er Rakel Rós Unnarsdóttir, nummer 9 Þuríður Ásta Guðmundsdóttir, nummer 11 Júlía Rut Þessapong, nummer 14 Viktoría Sól Sævarsdóttir, nummer 16 Lára Kristín Kristinsdóttir, nummer 19 Ragnheiður Tinna Hjaltalín og nummer 21 Birta Eiríksdóttir. Anton Ingi Rúnarsson er þjálfari Grindavíkur. Aron Ímir Pétursson, velkominn. Takk að þið fyrir. Í settið, heyrir í mér og heyrir í þér og... Heldur betur. Já. Allt í toppstandi hérna. Akkurat og já, velkominn. Núna er að rúlla af stað hérna kvennaboltinn, lengjudeildin. Við erum búin að bíða svolítið eftir að komast aftur í lengjudeildina. Það tók kannski lengri tíma heldur en maður var að vona að komast aftur upp í lengjudeild. Já, það kom hann eitt tímabil þar sem við vorum
næstum því, ég held að það móti einhvern veginn spilaðist á allra versta máta. Við áttum bara útileiki í mann eftir, við rættum mikið um þetta, bara útileikir á móti topp 5 liðunum, bara heimaleikir á móti neðri liðunum, þannig að þetta var skrítið fyrirkomulag og það var raðaðist heldur óheppilega fyrir okkur. En að mínum mati höfum við verið algjört yfirbúið liðið þessir annar deild í 2 ár, þannig að við erum komin á þann stað sem við höfum að vera á. Já, og Lengjudeildin er farin á stað. Afturhelding er búin að ná í sín fyrsta sigur, unnu 2-1 sigur á IPVF. Og Selfoss og Fjarðabyggð gerðu 2-2 jafntefli, en hér koma liðin inn á. Það eru Ágúst Hjalti Tómasson, Ingólfur Kristinn Magnússon og Ram Krishna Gurung sem eru dómaratíó kvöldsins. Topp 10. Og leiða liðin inn á. Og ef við bara rennum yfir, þú veist, ég kom aðeins inn á það áðan, náttúrulega Lengjudeildin miklu sterkari deild heldur en önnur deildin fyrir það fyrsta, en er ekki líka má segja að Lengjudeildin mun sterkari núna en hún var fyrir 3 árum síðan þegar ég var síðast í Lengjudeildinni? Jó, miklu sterkari og miklu jafnari. Við erum bara að ræða þetta svolítið upp á skrifstofu og það einhvern veginn, það er ekkert lið sem að sér vera langbest eða langlélegast. Þetta er bara, það getur öll lið unnið öll lið, þannig að og í Lengjubikarnum endurspegluðu það alveg klárlega, sko. Þannig að þetta er hörku deild sem er að fara á stað, spennandi deild. Akkurat, og hérna, sko, ég hef nú rætt að hérna, við sýndum hérna sigur gegn Selfoss í bikarkeppninni hérna daginn í framlengdum leik og mér var svona tíðrætt líkamlegt ástand leikmanna, hlaupagetan, og ég er búinn að heyra hlaupatölunar eftir þennan leik og ég bara man ekki eftir öðru eins að hafa heyrt annað eins. Ég er að heyra 17-18 kílómetra hérna hjá jafnvel sko eldri leikmönnunum í liðin. Já, ég þekki Skarpa ágætlega eins og flestir vita, og ég veit það að hann hefur verið duglegur að láta þær hlaupa og ég veit að liðið er í toppformi, þannig að fitnesslega séð ættum við að vera bara á frábærum stað. Já, ég meina, er það ekki bara gríðarlega mikilvægt, sérstaklega fyrir nýtt lið að koma upp í þessa deild, að vera hreinlega bara í besta forminu helst? Og síðan hefur líka Dean Martin verið aðstofuð með fitness-þáttinn, þannig að ég var alveg litlar áhyggjur af því. Já, en það verður spennandi að sjá hvernig þetta fer á stað. Kom nú inn á það áðan að þetta er sennilega 5. skiptið sem við sýnum beint frá leik á Grindavíkur í meistaraflokki kvenna og Grindavík hefur aldrei tekist að vinna í þeim leikjum. Einn leikur var drepleiðilegur 0-0 en annars hefur IA unnið í markaleikjum. Þannig að þetta verður spennandi. Þannig að Birna Rún búin að vinna sér sæti í byrjunliðinu. Hún náttúrulega var svona meira að koma inn sem varamaður á síðasta tímabili og undanfarin ár, enda unga árum. Ótrúlega spennandi hafsend. Sama með Elvíru Öglu sem er búin að vinna sér hérna inn í hægri bakarastöðuna. Nákvæmlega, bara gaman að sjá að þegar unga stelpur að skila sér inn í byrjunlið. Akkurat. Með Völu og Sunnu líka. Já, það má ekki gleyma þeim. Og það er Grindavík sem að byrjar hér, Bryndi síðan með langa bolta fram, Júlíana kemst ekki í boltan. Hvernig finnst þér að þær hafa komið inn í þennan leikmannahóp, þessir erlendu leikmenn sem hafa verið fengnar til þessins? Júlíana Mattisson og... Markmaðurinn og Matti er náttúrulega búin að vera lengst. Þær hafa komið gríðarlega vel inn í þetta, sérstaklega fyrst með hún Matti á miðinu vera alveg frábær leikmaður. Og ég er mjög ánægður að sjá hún á miðinu í dag, því að hún gjörsamlega breytti leiknum út í Selfoss eftir að hún fór á miðuna. Algjörlega, það var bara eins og svart og hvítt fyrir og seinni hálfleikur. Þannig að óbúðslega öflugur leikmaður. Það er öll lið farin að spila út frá markinu. Það er sama, Grindvíkingar ná hérna, senda boltan langt fram, Birna hreinsar þetta út af og í innkast. Gaman að sjá þétt setna varamannabekki hérna í höllinni í dag eða kvöld. Það hefði verið gaman að sjá ennþá fleiri. Já. Og fín stemming. Já.
Það það Grindavík sem sækir. Mattisson setur hérna press á Tinnu Hrönn. Vinnur á henni boltan. Mattisson stingur inn fyrir Erna Björt að elda en Caitlin Kellogg kemur út úr markinu og setur hann upp í loft. Eða var boltinn farin af velli áður en að fór? Nei, hann ef einhver frá Alþjóða knattspyrnusambandinu að hlusta, þá hvet ég til þess að endurskoða þessa reglu fyrir okkur hérna sem að spilum hvað mest innanhús. Mér finnst þetta svo mikil afturför að dómarinn þurfa að láta hann falla og nú býtum við að þær ætla ekki að skila boltanum yfir. Nei, þetta var furðulegt. Mjög svo. Mjög skrítið. Já, kannski merkjum að Júlíana að sleppa hérna inn fyrir. Nær hún fyrir gjöfinni. Já, hún gerir það! Erna Björt í boltanum en Kellogg síðan grípur hann. Það var hættulegt. Fínt hlaup hann að Erna skilaði sér á næstöngina. Fín byrjun. Kröftug byrjun. Elvira setur hann fram á Völu. Vala með flotta snertingu á Sunnu sem hann nær ekki valdaboltanum. Mattisson. Tilbaka á Elviru. Elvira setur hann bara leið eitt. Þetta erfitt fyrir Ernu að eiga með þessar sendingar. Þar koma Grindvíkingar. Mist út í vinstra megin. Frábær vörn hjá Elviru. Tekur innkastið sjálf inn á miðjuna. Erna Björt nær að vinna boltan hérna af Goodwill. Sunna síðan yfir á Júlíönu. Bríð til varnar. Kemur inn á völlin, fer í skotið en það er rétt yfir markið. Þessi var ekki svo langt frá því. Hún kannski séð þetta aftur. Júlíönu leiðist ekki svo sem að koma svona inn á völlin hérna af vinstri kantinum. Fínasta skot en Kellogg sennilega með hann. Þetta var fyrsta marktilurinn kominn. Bísa á Júlíönu. Myndur ekki segja að það væri mjög mikilvægt býður nú við. Bryndís með boltan úr tegin. Erna Björt var hérna nokkuð laus. Mattisson vinnur hann. Berst yfir á Völu. Sunna Rún. Sunna með hann yfir á fjær. Júlían í baráttunni. Það er ná að koma sér frá. Bryndís í baráttunni síðan. Og það er ná að reynsa þetta. Fínasta pressa hjá skagaliðinu. Kröftug byrjun, mjög vel gert. Ég ætlaði að fara að spyrja hversu mikilvægt myndur þú segja fyrir skagaliðið einmitt að byrja tímabilið af krafti, byrja á stigasöfnun bara sem allra fyrst. Það skiptir mjög miklu máli en þó svo stíginn kom ekki í dag eða næstu leikum þá má alls ekki fara taugum mót, sko, þannig að alltaf gott að vinna bara hvort sem að sé fyrstu umferð eða þriðju eða fjóru. Já, nákvæmlega. Já, þá en mjög góð byrjun. Já, mjög góð byrjun. Erna Björt náttúrulega átti stórkostlegt tímabil sem framherji liðsins á síðasta tímabili þegar hún, ég svo sem þreytist ekki á að segja þetta, hún náttúrulega fyllt í skarði þegar Samira Suleiman datt út í langan tíma vegna höfuðmeiðsla og var náttúrulega, þú veist, ef það er eitthvað svona framlag á síðasta tímabili sem að var kannski eftir pikka út sem svona eitt af mikilvægsta. Það var í mínum huga það að Erna Björt fyllt í skarðið og gott betur. Sammála því. Og alveg þannig að Samira þegar hún kom tilbaka þá fekk hún ekki sömu stöð. Þá var hún bara komin í liðið annar stað. Og hún líka, hún ofboðslega góð að fá boltan í lappirnar á sér. Já. Og skila honum mjög vel frá sér þannig að hafa svona framherji er frábært. Já. Það talar nú ekki sem að skora mörk líka. Nákvæmlega. Nýtir færi sinni yfirlega vel
Bryndís setur hann inn að markinu og Kjellög slær hann fyrst upp í loftið og henn er Erna Björk nálægt þessu. Langur bolti fram á Júlíu Rán sem að nær ekki að halda boltanum. Svona lyftir þessu inn á teginn. Erna Björk með fínt hlaup, Erna nær að taka niður og þarna nær vörnin að verða fyrir. Þetta liggur í loftinu hérna. En frábær móttaka þarna hjá Ebbu. Veit ég hvort þetta skila sér heim. Maður er svona fagnar því svolítið að við séum hérna innan hús akkurat núna eins og staðan er í veðrinu. En Vala kemur boltan fyrir marki. Júlíana með skalla í slá og þær ná að koma þessu frá. Fáum að sjá þetta aftur og eftir. Selma út til vinstri, þær eru ekki hættar. Júlíana en vörnin gerir vel. Sjáum við aftur hérna fínasta sending frá Völumaríu og geggjaðu skalli en hún er ekki að stýra þessu undirslána. Þrjár marktilraunir nú þegar hjá Skagaliðinu á fyrstu 8 mínútunum en Grindavík sækir hratt hérna. 2 á móti 3, annað til varnar og sendingi nær að komast í gegn hérna, mist í skotið, Kilíl kemur út á markinu og boltinn berst síðan hérna út fyrir. Já, þetta er svona kannski áminning að halda fókus varnarlega. Já, heldur betur. Já, hérna. Hvað er í gangi? Það er bara Júlíana nær að komast inn í þessa sendingu. Erna Björk, gríðarlega sterk, heldur boltanum vel. Bryndís hefur á Völu. Vala fer áfram. Reynir skotið en það er afsigrið Emmu og fyrsta hotspinnan. Það verður frábært á mark núna eftir þessa byrjun. Já, það eru nú alveg að hún er að vinna sér inn fyrir því nú þegar. Þekkjandi Skarpa þá er það búin að tekna eitthvað svakalegt upp núna. Svona tekur spyrnuna eins og flestar spyrnur yfir inn á Martein. Þetta er skalla frá, Júlíana tekur hann niður, leitar að skotinu, finnur það ekki. Leggur hann út á Ebbu sem fer í skotið rétt fram hjá markinu. Þetta var ekki langt frá stönginni. Áhugavert að Grindavík skildi 3 eftir frammi. Já, það er alltaf að reyna að nýta sér först leikadreiði hjá Skaganum. Þetta er bara rétt við stöngina. 4. marktilraunin. Það eru búin að skipta þeim bróðulega á milli sín, Erna Björk og Júlíana. Já. En Grindavík sækir og kom þar inn á teginn hér. Kemur skotið, það er framhjá. Þetta er greinilega uppleggið, það eru alveg sáttagreinilega við að Skaginn sé meira með boltan en þær eru skeinu þetta fram á við. Það eru með hraða fram á við, það er alveg klárt mál. En þetta skot vel framhjá og þetta Skagalið að spila út. Elvira tilbaka á Birnu, Birna reynir að finna, Sunnu gengur ekki, Mattisson heyrði boltan upp og á Völu, Sunna, skemmtilega að spila. Elvira lyftir þessu fram, Erna Björk í barátunni, nær ekki til boltans en Vala María enda með hann, missir hann aðeins frá sér og Sigríður Emma og Vala lætur hann bara ekkert í friði og enda með boltan. Reynir fyrir gjöfuna, Emma Kate Young er fyrir og hver átti síðustu snertinguna þarna, það var Vala ágætlega gert hjá Young þarna.
Nú alveg á... Vel gert. Já, vel gert. Þetta var svona, hún fór alveg eftir línunni þarna. Kemur innkastið inn á teiginn, Júlíana nær að snúa fyrir skoti, Kellogg nær að verja. Þetta beint á hana. Já, þetta magnað innkast. Elvíra langt inn á, alveg inn á markteginn. En Kellogg getur prísað sér sæla þarna. En nú aftur getum við sagt að þetta liggur í loftinu, en maður einhvern veginn ekki í rónni fyrir nætt, fyrir inn. Kemur Grindavík. En nú aftur komast þeir hérna inn fyrir Selmu. Legt út í teiginn, vel lesið. Vel gert, vel gert. Ösku fljóta þarna hægri kantinum hjá Grindavík. Næsta vörn. Manni hefur nú svo sem verið mikið hugsað til íþróttafólks eins og svo sem annara Grindvíkinga, en íþróttafólki í Grindavík hlýtur að vera upplifa svolítið mikla óvissu þessi misserinn í rauninni, þessa mánuðina að ég bara einfaldlega hvað spilum við fótboltan næsta ári og hvað spilum við körfuboltan á næsta ári og þetta ekki öfunds og staða, en Skalið spila tilbaka til að þess að halda í boltan. Birna kemur Erbi Björk nánast. Ása Björk með sendinguna fram aðeins og löng og Kilín nær að sopa þetta upp. Annar leikur í gangi í lengjudeild kvenna núna, Fram ÍR. Og það er eins og þú segir, ef maður horfir yfir liðin sem í þessari deild, maður sér engan auðveldanleik. Nei, alls ekki. Og ÍR sem var á næsta sætinu, það er unnu hvað, held ég, afturheldingu eða eitthvað, 3-0 í Lengjubikarnum sem er á efsta sætinu, þannig að þetta verður hörku deild. Júlíana nær að halda þessum inn á. Fyrir í árásina, fín vörn þarna hjá Young. Júlíana ætlar að reyna að skýla þessu, nei, hann nær ekki nóg kraftur í hann að fara út af þarna. Júlíana ennþá með hann, leggur hann tilbaka á Selmu. Selma skiptir yfir á Elvíru aðeins fyrir aftanna, en fullt af gulum treyjum. Boltinn inn á fjársvæðið, skalla frá og Gunnar Rós nær að leggja hann tilbaka og svo kemur langur bolti fram. Júlía Rán missir hann frá sér og Mattisson skynsamlegt brot kannski. Ja, mjög skynsamlegt, og það er alveg greinilegt að hvað leikplan Grindvíkinga er. Það er alltaf bara að liggja djúpt og reyna að sækja hratt á okkur. Það var alveg opbóðslega mikilvægt að við séum skipulega tilbaka þó svo að við séum í sókn, en þeir eru með hraða. Já. Og við höfum nú svo sem séð það hjá Skagaliðinu að sérstaklega bakverðirnir hafa iðulega verið af því að ég var nú að tala um hlaupatölurnar hérna úr Selfossleiknum, að það er nú til dæmis með Selmu Dögg í vinstri bakverðin sem var að hlaupa einhverja 18 km, henni leiðist ekki að taka þátt í sókninni, en það höfum við verið að sjá að þegar það er ná að sækja hratt þá hafa það verið að komast inn fyrir hana af því að hún er óhrædd við að skila sér fram. Þá reynir á hinnar að skipuleggja sig þannig að það sé cover af það svæði sem hún skilur eftir sig. Já. Selma með langan bolta fram, beint á kollin á Young sem að skallar hann út á varamanna bekk Skagamanna og meðsli er þetta Júlía Rán held ég sem að er sest í grassið. Spurning hvort að
hvort hann hafi lent þarna í einhverju samstöði þarna, eða einhverju svona orðið fyrir einhverju njaski hérna í miðju hringnum þegar þær voru var í baráttum boltan hérna rétt áðan. Káraliðið fór vel á stað í þriðju deild karla. Já, það er bara fínn fyrsti leikur. Já. Þeim er náttúrulega spáð mjög góðu gengi í þriðju deildinni og hvetu þetta áhorfendur IATV að fylgjast vel með því. Það verða beinar útsendingar frá heimaleikjum þeirra eins og undanfarin ár. Og spennandi tímabil framöndan hjá Kára og spennandi tímabil hjá konunum. Og köllunum svo sem líka, en við náttúrulega fáum ekki að sína frá því. Það er spennandi tímabil á mjög mörgum vígstöðum. Grindvíkingum hefur nú kannski tekist núna aðeins að ná smá ró. Hægt á leiknum svolítið. Já, Skagaliðið hefur svo sem ekki verið að ógna núna allra síðustu mínúturnar. Kemur langur bolti fram, Madison, gríðarlega sterk þarna í þessu 6 hlutverki. Og það er kannski annað sem að felst í því líka að frelsi sem að Sunna og jafnvel Bryndís fá við það að vita að Madison hérna fyrir aftan sig kannski, má ekki ofmeta það sko. Nei. Erna Björk aftur út til vinstri. Sunna nær þessum bolta og setur hann inn á teiginn, hreinsa frá. Unni Selma, kemur Sunnurún, aftur á Selmu. Selma lyftir þessu enn inn á teiginn, Young skalla frá, Vala tekur hann niður. Og Elvíra býður sig hérna með. Elvíra lyftir þessu inn á vítapunktinn, Young skalla frá. Og það ná að koma þessu frá Tinna, en Madison vinnur boltan. Kemur hann að Bryndísi. Snöggar að vinna boltan tilbaka. Það er líka mjög mikilvægt á móti liðið sem spila svona skyndi svona fótbolta að reyna bara að vinna strax aftur. Fara strax í pressu þegar þú tapar boltanum. Sunna snýr hérna beint inn í Unu og Júlía Rán fer í árásina, Anna til varnar, hún er að koma sér á hægri fótinn og þetta skot, já, Kilili, smá vandræðum, slæðir þetta í horn. Sjáum þetta aftur hérna, snögg, en Birna svo sem komin í, spilning hvort að Kilili ekki að halda þessum bolta. En fyrsta hornspyrna Grindavíkur, þetta eru kannski sénsar sem að Grindavík svona hugsar hlýlega til. Við erum reynda með lið sem er mjög sterkt í þessu leikatriðum, þannig að stóra markmann nákvæmlega. Sem að kemur hérna úr boltinn dettur í tegnum, en hún fyrst á hann. Það er gert. Akkurat. Langa að koma með hann, snöggt þarna en ákvaða, hingraður litið. Kemur síðan löng spyrna, þetta er góð spyrna, beint á kassan á Ernu Björk. Selma vel aðgangsverð þarna, 20 mínútur liðnar, staðan ennþá 0-0. Sáttu með það svo þú séð hingað til, Aron? Já, sérstaklega fyrstu svona 10-12 mínúturnar. Bara Klaufar að vera ekki búinn að skora. Grindavík aðeins búinn að jafna sig, en mér finnst þetta samt svona með öll völd á vellinu. Kemur langur inn á teiginn, Kilil kemur út og grípur. Já. Birna á Elvíru. Aftur tilbaka á Birnu, Birna síðan með hann langan. Aðeins yfir Gudul þarna, en Bryndís Rún búin að vinna hann. Lyftur honum upp í hornið, Vala hleypur á eftir. Aðeins og langt Sigríður Emma þarna á undan. Vala í pressunni.
en nær ekki til boltans. Vel gert hjá Siri Emmu þarna. Fín pressa. Já, frábært. Kilín lyftir þessu fram á miðuna. Mattisson tekur síðan annan boltan. Hún er einmana þarna frammi, Júlía Rán á köflum hjá Grindavík. Mjög svo. Langur bolti fram á Völu. Vala gerir þetta vel þó hún hafi ekki snert boltan. Kemur hún áfram á Sunnu. Sunna hundelt hérna af Unni Stefánsdóttur og þetta hlýtur að vera brot, ekki dæmt. Það fannst mér nú svona aukaspyrnu lykt af þessu. Svona fyrir mitt leyti. Já, ég sammálaði með því. Mér fannst þetta vera aukaspyrna. Allan að fyrstu sín. Já. En þess má geta við erum kannski ekki alveg 100% hlutlausi. Þú er svona förum langt með það, svona 80%. 75. En kannski vantar mark í þennan leik. Það væri mjög áhugavert að sjá hvernig Grindavíkurliðið myndi bregðast við ef að Skagaliðið næði að skora. Já. Grindavík nær ekki að tengja saman nógu mikið að sendingum hérna. Selma fram á Sunnu, hún á Bryndísi. Bryndís hérna út á Júlíunu sem hefur haft hægt sig svona undan þetta mínútur en dæmt rangstæð. Klaufaleg. Með alla línuna þetta fyrir fram að sig. Langur bolti fram. Unnur undir pressu frá Völu hérna. En nær að halda boltanum, gerir þetta vel. Út til hægri. Vel gert. Frábær vörn. Já, Selma vinnur hann aftur. Kemur honum á Júlíunu. Hún á Sunnu, tilbaka á Bryndísi. Birna ónafnkvæm sending frá henni og út af. Það er ekkert mál fyrir Skagamenn að spila út úr þessari pressu af því hún hleypur alltaf bara einn og það er nóg pláss til að spila og við höfum gert það mjög vel hingað til. Frábærlega gert hjá Mattisson, engin aukaspyrna þarna. Júlía yfir á Unnu. Það er skemmtilega að spila Tinna út á Unni og Una sendi ekki inn beint á Bryndísi. Erna Björn snýr og vantar stuðninginn. Erna heldur áfram sjálf. Komna fleiri gula treyjur. Sendinginn inn fyrir á Sunnu en vel gert þarna. Bríett hreinsar þetta út af. Sunna með góða móttöku þarna, tilbaka á Selmu. Selma sé með boltan inn á Martein og Vala María nánast að koma sér í boltan þarna. Smá vandræði á Kellogg þarna í markinu. Þessi hangir inn á hjá Mist. Hún finnur Júlíu, tilbaka á Unni. Unnur. Þetta rennur svo út í sandinn. Mattisson. Frábærlega gert hjá henni. Geggjuð snerting þarna. Þetta hlýtur að vera aukaspyrna. Frábærlega gert hjá Mattisson þarna.
virkilega skemmtilega gert. Já, Matti eins og hún kölluð. Kannski náum við að laumast í að sjá hérna þetta sem fyrirgjöf frá Selmu hérna rétt á hann. Kellogg nær að slá boltan bara hreinlega frá Völu hérna á síðustu stundu. Öll okkar hættulegustu færi hafa komið eftir fyrirgjöf. Það halda áfram að koma boltanum inn í teig á hann. Já. Ekkert Mattisson, Vala og innkast hérna svona við miðjan vallarhelminginn. Elvíra kastar þessu upp í horni á Bryndísi sem skallar hann tilbaka, þetta er skemmtilega gert. Vala aftur á Elvíru, Elvíra síðan inn að markinu, Kellogg kemur út úr markinu og Erna Björk, þetta var ekki þægilegt, Kellogg lendin og þarna ofan á Ernu Björk sem er nú sennilega dæmt brotleg myndi ég halda svona þetta var einhvern veginn þannig inn í marktegnum og allt líka þannig. Þetta er bara aukaspyrna. Já. En ekkert, nei þetta er sennilega bara ekkert, hann hefur bara stoppað til að athuga með hana. Þannig að þetta er engin aukaspyrna. Það er áhugavert. Margir dómarar myndu freistast þess að bara flauta aukaspyrnuna þarna á Ernu Björk. Það er auðvelda leiðin. Já, og það hefði örugglega ekki margir sagt neitt mikið við því. Anna Þóra, en Júlía gerir þetta vel. Júlía, en sjáum að það eru 5 bláar treyjur á leiðinni, eða 4 að elta. Og þær eru snöggar. Já. Þannig að það má ekki sofna á verðinum hann í öftustu línum. Það er nokkuð ljóst. Kemur hotspyrna, Kílíl hérna aðþrengt og já, það er aðstoðdómarinn plakkar á þetta, þetta er gaman að sjá. Og býtum við. Spjald, sparkaði boltanum í burtu. Eða hentanum í burtu. Já, árrétt, þetta er Aubrey Goodwill sem er að fá gult spjald hér. Boltinn fram, Júlíana nær að koma honum á Völu eða hvað, nei, Grindvíkingar ná að koma þessu frá en ekki langt. Sunna tilbaka á Bryndísi, Bryndís liftir honum síðan hérna inn í áttina að Júlíönu, Vala síðan í pressunni. Þetta er aðeins að koma smá bit í skagaliðið aftur. Og Elvíra, hún getur kastað og er nú einu smá tilhlaups-braut þarna. Reynir að finna kollin á Mattisson, gengur upp, Erna Björk fellur við, Mattisson aftur fyrir skotið af varnarmanni og frá Selma inn á Júlíönu sem að fellur við. Sennilega ekkert í þessu, líklega bara boltinn en þá kemur Júlía Rán. Tinna fylgir með, Tinna fær boltan og er komin þetta inn að markinu, nær að komast fram hjá Birnu, en Birna gerði nóg til að trufla hana hana. Spurning hvort við náum að sjá aftur hérna þetta atvik inn í teignum. Ég held nú að það hafi ekki verið neitt fínasta skot þarna á Mattisson. Nei, hún bara þetta er frábæri vörn þarna hjá Bríett. Tæklar hérna bara boltan af tánum á Júlíönu. Júlíana reynir að finna Ernu Björk, gengur ekki. En Júlíana vinnur boltan hér. Finnur Bríett, nei, Ernu Björk. Erna út á Völu Maríu. Vala reynir fyrir gjöfina. Sigurður Emma fyrir. Tilbaka á Elvíru. Elvíra liftur þessu inn á tegin. Erna Björk tekur hún á kassan og hún er rángstæð þarna. Já, en sendingin góð, móttakan góð
Kannski... Okkar bestu færi þegar Ebba nær að koma sér á blindurliðin. Þetta mjög tæp rángstaða. Ég held að þetta hafi ekki svona verið rángstaða. En kannski ágætt hennar vegna, veist að boltinn fór framhjá. Hefði verið öllu meira svekkjandi ef hann hefði endað í netinu þarna. Elvíra gerir þetta vel. Kasti, fínt hlaup hjá Tinnu, Birna velvakandi og hornspyrna sem að Grindavík fær hérna núna frá vinstri. Rétt rúmar 32 mínútur liðnar, enda staðan 0-0. Boltanum lyft inn á fjær, Kílíl slæðir þetta frá, Sunna hirðir hann, hleypur með hann á stað og kemur hann bara hérna í svæðið en það ekkert nema Grindvíkingar. Slökksending hins vegar þarna, Bryndís á Ernu Björt og vandar hlaupið, fær það hérna frá Völu að hægra megin. Vala sér Sunnu inn á teignum en boltinn rétt fram hjá henni. Frábær sending og frábær hlaup. Já, það náttúrulega þekkjast ágætlega þessar tvær. Búin að vera lengi, ef lengi er þetta að kalla, það það ungar. Það verið náttúrulega nokkur ár saman örglega í fótbolta síðan þegar það voru 3-4 ára myndi ég að halda. Og kemur löng skipting hér yfir á Mist. Elvíra gerir þetta frábærlega hérna, hún bara fer og hirðir hann í boltan. Elvíra finnur Ernu Björt, Júlíana með henni vinstra megin. Hún vantar meiri stuðning, liðið þarf að færa sig framar. Sunna mætt líka, fær hann hér. Lyftur honum út til hægri, þetta var kannski ekki alveg rétta ákvörðunin. En það er Elvíra með boltan, inn að teignum, hreinsa frá. Selma og enn að lyfta þessu. Það er kannski óþarfi að fara í þessar úrslitasendingar svona kannski. Já, stundum eru að flýta okkur svolítið mikið að reyna að koma á boltanum inn í teikana þegar rétta leiðin er kannski að taka 2-3 sendingar í viðbót. Komast inn fyrir þær, komast upp í hornin öðru hvorum megin og senda hann þar. Það er miklu auðveldara fyrir Ernu Björt og Júlíunu að vinna úr því. Já. Væntanlega eitthvað sem að Skarphéðinn Magnússon mun örugglega að fara yfir með sínum konum hérna í hálfleiknum. Já, það er 100%. Enda maður sér það bara á öllu. Þetta er mjög vel þjálfað lið. Bæði taktískt og fitnesslega. Já. Sunna Rún. Kastið er Skagakvenna. 10 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Mattisson tilbaka á Selmu sem að lyftir þessu inn, Vala í baráttunni, Kellogg kemur út úr markinu og grípur þetta öryggi. Snögg að koma þessu fram en beint á Elvíru Öglu. Elvíra missir hann hins vegar frá sér, gerir þetta frábærlega. Kraftur í hann. Elvíra lyftir þessu inn á teginn en á að skalla þetta frá. Og enn er Elvíra reynir að finna Bryndísi. Bryndís bara þarf aðeins að hafa fyrir því en enda með boltan samt. Mattisson tilbaka á Önnu Þóru. Anna á Birnu. Elvíra. Bryndís með blindan bolta upp í svæði hérna á Völu Maríu en vörnin gerir þetta vel. Vala vinnur boltan aftur, Sigríður Emma, hún er að komast fram hjá henni. Vala út á Sunnu, Sunna tekur snúning, fer á hægri, fer í skotið þar yfir markið. Vel gert. Enn og aftur upp í hornin, þá skapast hættan. Sjáum þetta aftur hér. Vala gerir þetta virkilega vel, Sigríður Emma. Nú erum við
og það kemur skotið þarna yfir ágætis færi Selma, gerir þetta vel. Bryndís reynar að framlengja hann á Sunnu Júlíana, á Ernu Björt. Mattisson, Elvíra kemur utan á. Góðu kapli núna hjá Skagaliðinu. Elvíra á Mattisson. Mattisson út á Elvíru, fær hann aftur upp í hornið. Þetta er ekki óöppin hana. Þetta er búin flottur kapli. Birna lesi þetta vel. Vala ákveðin. Já, Elvíra ákveður að róa þetta niður. Hún er rosalega einmannandi í pressunni fram í það. Já. Skaginn á þetta innkast. Tinna Hrönn í fína pressu þarna. Nei, leikurinn fara að fljóta, þetta er vel dæmt. Vala með sendinguna inn fyrir Júlíana, þetta er ofinnalega, en vel staðsett þarna Ása Björg. Kemur þessu frá. Þetta var vel dæmt, margir dómar hefur bara flautað hérna strax. Þetta klárt brot, klálega broti á Sunnu þarna. Erna Björt í baráttunni, boltinn út af, Skaginn á innkastið. Selma, smá miskilningur hérna. Reynir Grindavík að byggja upp sókn. Mattisson, aðgangsverð þarna. Auka spilna dæmt. Það er alveg spurning. Það var nú hérna kemur undar fínasta sókn hjá Grindavík. Ég ætla að fara að segja að það væri nú kannski alveg spennandi að sjá hvað myndi gerast ef að Skagaliðið myndir svona reyna að lokka Grindavíkurliðið út úr. Frábælega gert, Elvíra Agla einaferðin enn, haldur hlaupinu áfram. Sunna, sendingin inn fyrir Erna Björtir. Hún hefði örugglega verið með sýndistan og svona á líkamstjáningu aðstofa dómara sem hann ætlaði að fara að flagga hennar á staðar. Já, mér sýndist hún hafi verið aðeins fyrir hennar. En ég held að Elvíra sé ekki búin að tapa návi í þessu leik. Nei. Anna, langur bolti fram. Bríett setur hann fram, Selma skallar hann aftur fyrir sig. Anna með langan bolta fram, Sunna með frábæra móttöku. Vala reynir að komast hérna utan á. Fer lengri leiðina, nær að komast. Mist lokar vel á hana hérna, Elvíra á Sunnu. Sunna aftur tilbaka á Elvíru. Elvíra síðan með háan inn á fjær. Erna Björten þarna nær vörnin að vera á undan. Mikilvægur skalli þarna. Og þá makkar ekki gingar. Þessi sending allt og framalega fyrir Mist. Þeir mátt lítið svona á köflum, en já, það sem ég ætla að fara að segja, það væri alveg forðilegt að sko hvað myndi gerast ef að Skagaliðið myndi bakka aðeins tilbaka, reyna að teima Grindavíkurliðið framar, því að Skagaliðið er líka gott skyndisóknarlið að ef það myndi ná að koma sér í færi þar sem að þær væri að hlaupa á Grindavíkurliðið. Já, bara
er bara svo mikilvægt að hafa yfirhöndina í leiknum og mér finnst að hafa haft yfirhöndina bara allan fyrri hálfleikinn, þannig að ég held að þetta sé leiðin áfram, bara að halda áfram að spila og halda áfram að pressa þær og dóminera leikinn. Svo er náttúrulega ekkert víst að Grindavíkurliðið myndi þiggja það heldur. Nei, ég held ekki, mér sýnist ekki. Tinna Hrönn, heppin þetta, Júlía enda með boltan, en Elvíra enn einu sinni að vinna boltan fyrir Skagan. Boltan tilbaka á Kilíl og Birnu. Birna hefur nógan tíma. Kemur Tinna Hrönn í pressuna, en frábær sending frá Birnu á Völu. Sunna aftur á Völu. Og þá erum við með Ernu Björt og Júlíunu inn á teignum. Vala hikkar aðeins boltinn inn á tegin yfir. Kellogg í markinu, Júlíana í skoti. Og það er Erna Björt Elíasdóttir sem skorar fyrsta markið. Já, þetta er búið að liggja í loftinu ansi lengi, Aron. Hann hlaut að koma aðeins. En nú er bara mikilvægt að halda áfram. Sjáum þetta aftur hérna, aftur uppkantinn, upp að endamörkum fyrir gjöfin. Það er hættan sem að skapast og Kellogg nær ekki að halda þessum úti. Frábærlega gert, Erna Björt og mikilvægt fyrir hana að byrja hérna tímabilið í deildinni á marki. Já. Og bara heldur áfram frá því sem hún var að gera í Lengjubikarnum, bara skoraði mikið þar og bara geggja að halda áfram því, þeim takti. Já, nú verður forvitnilegt að sjá hvernig, þetta er náttúrulega marka mínútan hérna 40. önnur. Þetta náttúrulega breytir miklu varðandi hálfleiksræðurnar hjá þjálfarunum. Heldur betur. Sérstaklega Grindavíkurmenn. Heldur betur. En spurning hvort að það verður að sjá kannski ekkert mikið breytt Grindavíkurlið fram að hálfleik. Þannig að þær voru mikið í færunum hérna í upphafi leiks, Erna Björt og Júlíana, og þær eru náttúrulega komið báðar í raun að þessu marki. Gaman að þessi leið það að fara aftur fyrir vinstri bakvörðinn hjá þeim á Völu og krossa boltanum inn í. Hún hefur skilað mörgum færum hérna þetta kvöld. Já, koma Grindvíkingar. Neist, Unnur fyrirgefiði. Una missir boltan frá sér, Mattisson með Júlíunu vinstra megin. Kemur inn á völlin hérna og brotið á henni. Aukaspyrna á fínu stað. Vel gert. Styttist í hálfleikinn. Eflaust ekki miklu bætt við, mestalagi mínútu myndi ég halda. Sunna Rún, það er spurning hvort að hún tekur heila bara skot á mark hér. Nei, hún lyftur þessu inn að markinu, þannig að skalla þetta frá. Bryndís, gríðarlega sterk hérna. Elvíra, fólk inn á teignum ennþá. Mattisson í baráttunni, boltinn dettur niður. Vala skallar hann aftur inn í svæðið, þannig að hreinsa þetta frá og þar með er flautað til hálfleiks. Staðan 1-0 og ekkert meira en Skagaliðið verðskuldar í rauninni. Nei, þær eru búin að stjórna þessu leik á langstærstu leiti og bara óefnar raun og vera að vera ekki 2-3 yfir. Mér finnst við vera að dominera leikinn bara allstaðar á vellinu. Hvað myndur ímynda er að Skarphéðinn komi til með að leggja áherslu á núna fyrir síðari hálfleikinn? Ég myndi halda það að hann segi þeim bara halda áfram þessu sem þeir eru búin að gera, spila þessari orku og ágæð og bara vera í raun og veru vakandi fyrir skyndisóknum og skipuleggja sig bara þannig að við fáum ekki á okkur skyndisóknir. Af því að ég sé engan tilgang í því að fara að falla eitthvað tilbaka úr þessu. Mér finnst bara að vera með það mikið betra lið. Já, ég er sammála því og við kannski rétt rifjum upp markið og þessi nýbúð að koma. Það er Erna Björt Elíasdóttir á 42. mínútu. Eftir þessa fyrirgjöf, Júlíana síðan með boltan aftur fyrir markið og hann fer þarna hárfínt yfir línuna og Sunna Rún svo sem
gerir þetta alveg örugt en við Aron við ætlum að taka okkur hlé hérna eins og aðrir og komum aftur með síðara hálfleikinn eftir cirka 15 mínútur, ekki fara langt.
Já, velkomin aftur hérna í Akraneshöllina með okkur Örn Arnarsson og Aron Ímir Pétursson heils ykkur á ný framöldan síðari hálfleikurleik í á Grindavíkur lengjudeild kvenna fyrstu umferð. Já, við hverju megum við búast núna? Ætlum við að búast við Grindvíkingum hætta sér framar á völlin og það opni kannski öðruvísi möguleika fyrir skalið? Ég sé þar ekki með við sem við erum búin að sjá á fyrstu 45 þá sé ég þar ekki gera það allavega alveg strax. Ég sagði við þurfum bara að vera klárar í það í skyndisóknirnar og vera kannski aðeins betur skipulagðir tilbaka þegar það sækja á okkur hratt. Full fljótar að droppa niður svona stöku sinnum en fyrir mitt leyti eigum við bara að halda áfram að stjórna þessu leik frá A til Ö. Sýnist ekki vera nein breyting á liðunum. Það skalið sem að mun hefja þá síðara hálfleikinn. Mikilvægt að byrja seinni hálfleikinn á sama krafti og fyrri hálfleikinn. Skalið þannig að spila Kilil Kesvar í markinu, vinstri bakur Selma Dögg, hægri bakur Elvíra Agla, síðan Birna Rún og Anna Þóra í miðvörðunum. Á miðjunni Mattisson aftast, Bryndís Rún og Sunna Rún. Þar fyrir framann úti vinstra megin Júlíana og úti hægra megin Vala María og Erna Björt upp á topp. Sama lið og byrjaði leikinn. Og nú verður forvitnilegt að sjá hvort að taktíkin breytist hjá öðru hvoru liðinu. Eitthvað þarf að gerast fyrir Grindvíkinga ef það ætla sér að fá eitthvað út úr þessum leik. En eins og þú sagðir, Aron, skaliðið þarf bara að halda áfram að spila eins og þá mun það skila sér. Kemur langur bolti strax fram, Sunna Rún út á Selmu. Bryndís reynir sendingunni í gegn, kemur ekki samherja. Tinnar Hrönn tilbaka á Kvitjón. Fyrir Emma, langur bolti fram, Elvíra. Enna gera vel. Elvíra búin að vera virkilega sterk í þessum leik. Svona, ég held að hún er sennilega það nafn sem við nefndum hvað ofta. Þetta út til hægri á Ásu Björg, nær að finna Júlíu. Una sér. Og Ása Björg missir hann út af. Biðst velvirðingar á hljóð. Já, núna er þetta komið. Og svo gerum við það. Og
Staðan er þá 1-0, ekkert markvert þannig sem gerðist hérna rétt á meðan. Vitlaust engast. Já, það er nú, sér maður ekkert. Nei, maður sér það ekki oft. Og oft sko. Erla Karitas að koma inn á. Fyrir hvern er það? Fyrir Völu sýnist mér. Vala María. Já. Vala búin að eiga fína leik. Búin að vera ógnandi upp hægri kantinn og átti fyrirgjöfin í markinu. Ég veit að hún er búin að vera að tæp vegna nárameiðsla. En það er spurning hvort það sé út af því sem hún að fara út af eða ykkur öðru. Akkurat. En Kaja svo sem líka sagðan mér fyrir leik, Skarphéðin var svona eina kannski leikmannahópnum sem var ekki alveg 100% Já. Fyrir þennan leik. En með sínu Skagamenn gera breytingu á sínum út af leikmannum 53, Vala María Sturludóttir, inn á henni stað kemur leikmannum 7, Erla Karitas Jóhannesdóttir. Mér sýnir svona fljótu bragði lítið hafa breyst í raun og veru í leikmyndinni sko. Þetta er bara Grindvíkingar alltaf sækja hratt. Já. Og Ekki ennþá komin breyting á þeirri nálgun. Nei. Anton Ingi, þjálfari Grindvíkinga, ekki ennþá búinn að gera neina breytingu heldur á sínlega. Þetta á fyrsta skiptingin. Sýnir reyndar hafa breytt kerfi í hálfleik. Hann er komið með þrjá hafsenda. Já. Og þá 2 frammi, 3-5-2. Og í rauninni er það ekki þá hún hérna Aubrey sem að hefur Hún er þá miðsvæðis í þessari 3 manna vörn. Já, Aubrey Goodwill sem var nú á miðjunni í fyrri hálfleiknum, en þá er ég að velta fyrir mig hvort þær hafi gert einhverja skiptingu, þannig að þær eru þarna Bríet Young og Goodwill í þessari 3 manna vörn. Ég var ekki var við allavega neina Ég held að það hefði ekki verið nein mannabreiting. Nei, það er bara verið einhverja tilfærslur á. Já. Kemur pressan frá Grindavík, Khalil sendingin beint þarna á Sirið Emmur sem er komin hérna framar á völlin, en nú var í fyrir leik. Grindvíkingar aðeins að svona færa sig upp á skafti hérna. En sjáum að það er að hætta sér framar. Þá er spurning hvort að Skagaliðin er að sækja nógu hratt, en aukaspyrna dæmt hér á Tinnu Hrönn og þá er skipting hjá Grindavík. Hver er það sem að kemur af velli? Númer 8. Það er númer 8, Aubrey Goodwill. Og í hannar stað þykist ég vita að sé Júlía Rudd. Og það staðfest hérna innan skams. Jó, það er Júlía Rudd Þassapá.
En Anna Þóra með aukaspyrnuna fyrir Skagan. Erna Björt nær að komast fyrst í boltan. Erla Caritas rekir hinn í burtu. Elvíra gerir þetta skemmtilega, nær ekki til boltanrættunum, vinnur hingastið með pressunni. Elvíra, Sunna vill fá hann hérna, fær hann tilbaka á Elvíru, inn á tegin. Erna Björt með góða móttöku með baki í marki, sem leggur hann tilbaka. Bryndís á loka skotið. Elvíra á Sunnurún. Sunna fær boltan til sín aftur hérna, reynir fyrir gjöfina núna. Kellogg grípur vel inn í þetta. Enn og aftur hættan að skapast þegar að komast þarna upp í frímerkið, sérstaklega hægra megin. Hægra megin. Sunna kemur á Júlíönu. Júlíana rekin út í hornina, reynir að vinna hornspyrnu sem hún gerir. Bríett Reisdóttir hérna til varnar. Selma tekur fær boltan hérna, stutt. Sunna síðan inn á fjársvæði. Júlíana með frían skalla aftur í slána. Ekki í fyrsta skiptið sem að Júlíana á skalla í slá í þessu leik. Sjáum þetta aftur hérna, skemmtilega útfærð hornspyrna. Algjörlega frýr skalli og Mattisson síðan nær ekki að stýra þessu á ramman. Þarna ætti staðan að vera 2-0, verður við ekki eiginlega að segja það. Jó. Og maður óttast það alltaf þegar svona færi fara forgörðum að svona, já, það hefur gerst áður að þá svona kemur það í andlitið á liðinu, þó síðan verði kemur Grindavíkur liðið. Birna reynsar þetta frá, öryggi uppmála þarna. Una fer í skotið, það siglir vel framhjá. Það er bara mikilvægt að halda áfram. Það er ekkert verið að stressa sig á þessu. Nei, ég held að Júlíana Marie Páletti naga sig í handaböggin fyrir að vera ekki komið með markið í þessum leik. Óð í færum hérna í upphæðu leiks og Bryndís finnir Júlíönu. Selma kemur utan á og þetta voru ofni. Já. Rennur til hér Ása Björg komin inn á tegin, fullt af tíma. Anna Þóra vel staðsett, les þetta. Þetta skorti einhver svona smá gæði hjá Grindavík að hún Ása þetta í topp stöðu. Sunna lyftur honum út til vinstri á Júlíönu. Hún læri að halda þessu minn á. Bríett til varnar og aftur hornspyrna. Fengum dauðafæri úr síðustu hornspyrnu þaðan. Og ef það skilji aftur 3 eftir uppi þá sem þær gera. Þá er ég 100% því að við tökum aftur svona stutt horn. Þetta er mjög áhugavert. Það er svona algengara orðið að sko lið skilja engan eftir frammi sko. Já. En 3 Grindvíkingar sem að bíða hérna. Þannig kemur Selma í stutt. Bríett með á nótunum. En Selma á Sunnu, Sunna fær hann aftur. Bríett lokar vel að þetta er frábær hreyfing hjá Sunna og brotið á henni. Þetta hlýtur að vera aukaspyrna. Ekki dæmt hins vegar og þá koma Grindvíkingar og Sunna Rún liggur enn eftir. Ég sjáum þetta aftur hérna. Sunna er hérna með boltan, gerir frábærlega og já, ef að þetta er ekki aukaspyrna þá veit ég svo sem ekki hvað er það. En Sunna fann alveg fyrir þessu. En vel dæmdu leikur hingað til, en þetta verður að skrifast kannski sem mistök. Já, þó hún sé búin að senda boltan þá má hún samt ekki tækla hana. Nei, nei. Þannig að þetta er bara, það var bara að vera aukaspyrna.
Akkurat. En réttur um klukkutími liðin og það er enn mark Ernu Bjartar Elíasdóttur sem að skilur aldrei oft kviðin. Góð vísa hérna. Sjáum þetta eina ferðin enn og Erna Björt. Magna hvað hún er samfærin það að boltinn er að fara í línuna. Það var nánast bara leið og hann fór af fætinum á henni. Það var hún byrjað að fagna. En Kellogg hárspreitt frá því að en það þurfti ekki markingtekni til að dæma þetta mark. Heppa dæmdi þetta bara sjálf. Já. Og Sunna komin af velli hérna með Maríu. Hún fer inn á strax aftur. Sunna, já, hún kemur inn á strax aftur. Þarna. Þetta er reyndar það er náttúrulega aldrei rángstað eins og voru að biðja þarna. Nei, en þetta er samt áhugavert að hún sko, samkvæmt ströngustu reglum á hún að koma nær miðjunni. Og þannig að þarna eru varnarmennir enga veginn með á nótunum með að hún sé komin inn á eða svo sem átti sendinguna þarna en Sunna á tekur þessu spinnu. Lyftir þessu inn á fjársvæðið, Júlíana í baráttunni, skalla frá, Bryndís missir hann aðeins frá sér hérna. Bryndís vinnur aftur. Elvíra inn á tegin, aðeins og framalega fyrir Júlíanu. Kellogg með langan bolta fram. Júlía Rutt. Vel gert hjá Júlíu. Fram á Ásu. Þetta hefur verið svona hættan sem þær hafa náð að skapa. Kemur fastu bolti fyrir markið. Elvíra enn á ný að stimpla sig inn. Hún er mjög góðan leik varnarlega farið hérna í baki á Ernu Björk. Það var réttilega dæmd aukaspyrna. Og gult spjald á loft hér. Það er Unnur Stefánsdóttir sem að næli sér í það. Bryndísi með langan bolta upp í horni. Erla Karitas leiðist ekki í þessari stöðu. Vinnur hornspyrnu. Já. Það er svo sem að bregðast við sig við eins og segir, það eru núna bara tvær frammi hérna og tvær að bregðast við þessu stutta möguleika. Anna Þóra vinnur hennar skalla en það er enga veginn að stýra þessu á markið. Anna mark frá Ía myndi nú sennilega að drepa þennan leik. Það er tilfinningin sem maður hefur. Já. Mér finnst við ennþá að vera bara með fullt kontról á þessu og mikilvægt að því að fara ekki að fara eitthvað verja eitthvað þannig hugsunarhátt, bara halda áfram að sækja og reyna að ná einu öðru marki. Já, fólk sem að náttúrulega fylgdist með þeim einmitt í lengjudeildinni síðast, það var svolítið einmitt hérna viðkvæðið sem maður hafði og jafnvel fyrra árið í annarri deildinni að það var einhver svona ótti við að tapa niður forskoti sem að í rauninni sem snerist síðan oftar en ekki í höndunum á okkur og endaði með. Og það er kannski eitthvað sem að maður sér ekki vonandi hjá liðinu núna á þessu ári og sáum ekki fyrra. Nei, og ekki séð það í Lengjubikarnum heldur, þannig að þá er aukaspyrna hérna nánast eins og hornspyrna bara. En
Sunna geti alveg tekið skot úr þessu færi. Lyftir þessu inn. Þetta þægilegu bolti fyrir Kellogg. Kemur hann langan fram. Júlía Rut. En Bryndís gerir þetta frábærlega. Finnur Mattisson. Mattisson með góðan snúning. Aftur á Bryndísi. Upp í hornið á Júlíunu. Rangstæð. Ég held að þetta hafi verið rétt. Svona var kannski, fekk þessi sendingu svona tiltölulega óvænt. Erna Björn kassar hann yfir sig hérna en næra halda honum. Elvíra og Erla Karitas næra ekki að finna Elvíra aftur. Og pressa vel gert, vinna boltan strax aftur. Snöggsending frá Bryndísi. Bríett og en Ása með pláss hérna hægra megin en Bryndís, geggjuð tækling Bryndís Rún og brotið á Júlíunni hérna og en tæklingin hérna á Bryndísi algjörlega frábær. Spila tilbaka á Önnu Þóru. Langur bolti fram, Una skallar hann upp í loftið og Jón síðan. En Mattisson vinnur hann fyrir Ía. Bryndís skiptir yfir til hægri á Elvíru. Elvíra nær ekki að taka með sér. En nær honum aftur. Júlía komin hérna út meira vinstra megin núna í síðarhálfleiknum. Og Tinna Hrönn og Júlía Rut eru rauninni svona tvær frammi núna. Við erum að tala um svona hálfpartinn 3-5-2 kerfi eitthvað. Svona... Þá er það bara með tvær í skyndisóknum í staðan fyrir bara eina sem er að hlaupa aftur fyrir. Já, Mattisson vinnur þetta fyrir Skagan. Vel gert. Erna Björn lætur hann fara og farið í Ernu hérna. Hún var ekki sátt að það, en ég sá nú ekki almennilega hvað gerðist þarna. En Erna vinnur boltan hér. Út á Erlu Karitas. Erla Karitas ætlar að fara á stað, en Skaginn á þetta innkast. Já, þetta er Elvíra að kasta þessu inn. Rétt rúmar 20 mínútur eftir. Elvíra upp í hornið á Erlu Karitas. Tilbaka á Elvíru. Kemur hár bolti inn að markinu. Kellogg grípur þetta örugglega. Lungspilna. Selma grimmust á þetta, Bryndís tekur annan boltan, finnur ekki samherja. Selma, innan við sagði, Bryndís frábær tilraun hérna, en vel lesið hjá Unni. Skalið enn búið að vinna boltan og er þetta hornið eða innkast? Þetta er innkast upp við hornfánan. Ég finnst allt annað að sjá skipulagi á varnarlínu núna þegar við erum að verja skyndisóknum. Það eru hærra uppi og vinnum boltan oftar hærra á vellinum. Það er mjög vel gert.
Þetta enda með, já, það hefur silti aftur fyrir áður en að Grindvíkingar snertu þennan. Já, og það er nú kannski alveg verðt að taka það fram að það er ekkit bara af því að Norðurálsvöllurinn er ekkit, neða Elkamöllurinn. Elkamöllurinn. Er ekki alveg, er ekkit endilega bara að hann sé ekki tilbúinn, heldur er mun kvennaliðið spila sína leiki hérna í höllinni í sumar. Já. Og alveg þess virði að halda því til haga. Og það er bara ákvörðun sem að þjálfarateymið tók. Já. Ég held að það er nú legið alls konar tölfræði bak við það. Já. Bara, þetta er bara árangurinn hreinlega undanfarin ár hefur verið betri hér inni heldur en út á grasinu. Miklu betri. Og hér kemur Erla Karítas fastur fyrir, boltinn siglir í gegnum allt, var ekki einn snerting hérna á boltan. Grindvísk. Ekki droppa, ég hef fyrir mikið droppa. Fram á Júlíu Rut. Og Tinna Hrönn, aftur á Júlíu. Aftur á Tinnu Hrönn, er þessi sending, nei hún er þessu. Og aftur út á Júlíu en þá er Mattisson mætt. Anna Þóra skallar þetta frá Bryndís síðan, finnur Ernu. Núna á Júlíunu. Júlíana tapar boltanum en vinnur hann aftur. Erna Björt og Sunna og enn fara er Sigríður Emma fer þarna í Erna Björt eftir á. Spurning hvort að verður skuldið þá guldspjald í framhaldinu. Elvíra nær að halda þessu inn á, gerir þetta frábærlega. Jájá, guldspjald á Sigríði Emmu. Það er tvöföld skipting í vændum hjá Grindavík. Bríett Rós Reisdóttir sem kemur af velli. Hún er sú fyrri og hver önnur er það Júlía Rán sýnist mér sem að fekk að hlaupa töluvert í fyriráleiknum í pressunni þannig að fremst Júlía Rán Bjarnadóttir sýnist mér þetta vera og þá númerinn á þeim sem koma inn á hérna innan skams er þetta 14 já Viktoría Sól Sævansdóttir Grindvíkingar kom boltan frá Selma og sástu hver að var önnur sem kom inn á? Nei, hlustum bara Katrínu Þóru. Það kemur leikmann 2, Bríett Rós Reinarsdóttir og leikmann 23, Rán Bjarnadóttir. Inn á hlut og stað kemur leikmann 14, Viktoría Sól Sævarsdóttir og leikmann 19, Ragnhildur Tinna Hrönn. Og kemur skota marki beint á Kellogg í markinu. Ragnhildur Tinna. Og fáum þetta staðfest hér. Hörku tækling hérna hjá Mattisson. Grindavík heldur sóknina áfram. Ása kemst upp að endamörkun, sendur hann fyrir en Kílil grípur gríðarlega vel inn í þetta. Þetta var vel gert hjá Kílil Kesvar. Þurfum að klókar í því að stíga fyrir markmanni þegar hún heldur á boltanum. Svo hún ná ekki að hlaupa bara óáreitt og sparka fram. Mér finnst svona kannski Grindavík aðeins vera svona
fá pínu sjálfstraust, geggjuð tækling Elvíra Agla og Selma kemur Kilíl hérna í smá vandræði en þetta bjargast nú smá kannski samskipta erfiðleikar hérna staðan ennþá 1-0 og eitthvað svona maður einhvern veginn ekki alveg í rónni meðan að staðan ekki forustan ekki meira en þetta Kilíl sparkar upp í loft en ég held að þetta hef ekki verið viljandi nei eins og umræðan búin að vera nei ég veit ekki hvort að nokkuð markmaður myndi noktið að viðkynna að gera þetta viljandi en margir það eru ákveðni grunaðir hérna svona nýleg dæmi allavega vel gert hérna Viktoría Sól gerir þetta vel Júlia og Selma brýtur á henni Júlia vill vera að snögga þessu boltinn á ferð réttilega stoppa og mér sýnist Dagbjört Líf Guðmundsdóttir að gera sig klára á varamannabekk IA boltinn inn á teiginn Anna Þóra skallar frá Tinna Hrönn með skotið Mattisson að komast fyrir Sunna Rún fer þá að stað Sunna haldið í hana Una gerir svona virðist vera allavega að mati dómarans löglega gert en Sunna Rún hins vegar lætur sér nú ekki segjast en þetta fór í skapið á henni aðeins þarna greinilega og eðlilega kannski mér fannst nefnilega Una tóga svolítið í hana framan á sprettinum já, gerði það bara svona í lúmskari kantinu og þá skipting Dagbjört að koma inn á það Sunna Rún sem kemur af velli Sunna Rún búin að eiga fínasta leik eins og iðulega og Dagbjört Líf Guðmundsdóttir mætti leiks nýlega búin að komast í gegnum krossbandaslitt og var í skóla í Bandaríkjunum í vetur svona tiltölulega nýlega komin heim ekki já, alltaf gott að sjá hana Birna spilnir þessum út af áður en að fer upp í loft 11 mínútur eftir mér finnst svona eins og Grindavík sé að fá einhverja pínu trú á að þær geti fengið eitthvað út úr þessu leik vantar svona smá drápseðli væri þægilegt að fá annar mark já, Erna Björk gerir þetta vel en já, næra að snúa hérna sendingin yfir og Erna Kardis var þarna mætt í hjálpina en þetta var búið að flagga rangstöðu á Júlíu Rödd nei, þetta var ekki Júlía Rödd þetta var Tinna Hrönn var þetta Ragnheiður Tinna og Kilíl tekur sér góðan tíma 10 mínútur eftir næsta spilna löng hérna fram beint í fæturnar á Ernu Björk þetta nefnilega einn af aðal styrkleikum Ernu Björk það finnst mér einn af mörgum það akkurat þessa svona touchið hvort sem hún fær boltan í fætur eða á kassan eða höfuðið að hérna en Grindavík það reyna að selja sér dýrt hérna Sigríður Emma á Unu Skalið fellur núna tilbaka skot þetta allt í lagi já, þetta bara akkurat það sem að Skalið myndi alveg sætta sig við í allt kvöld
hættu lítið og kemur spilnan frá Khalil aftur passlega hátt Mattisson Dagbjörn á Bryndísi reynir að setja hann upp í hornið á Erlu Caritas, ágætis hugmynd Elvíra missir á honum hérna og brýtur síðan af sér og dæmt aukaspinna réttilega Flókt brot mjög svo og Erla Caritas gerir sitt til þess að þetta hafi líka svo sem ekkert verið neitt og vitlaust að stoppa þetta já. Fórna sér fyrir liði hérna og 1 gult Selma reynsar frá kemur langur bolti yfir á fjársvæði fyrir þar Elvíra og rangstaða dæmt kemur spilna frá Khalil Dagbjörn nær að taka þennan niður finnur ekki Mattisson Birna ákveður að reynsa þetta bara út af finnst þér Skagaliðið vera svona hleypa Grindvíking og full auðvitað á sig? Já, mér finnst hann mér líður ekkert óþægilega, þetta er ekki að skapa sér neitt þannig að jú, Skagaliðið er búin að falla eða við erum búin að falla aðeins aftar en við erum búin að gera í leiknum en eins og segir, Grindavík er ekki að skapa sér neitt þannig að Er þetta Telma Er þetta ekki Telma? Jú Telma Rakkelsdóttir að koma inn á og það er Júlíana Marí Páletti sem er að koma af velli gerði margt gott, það eina sem hann vantaði var að skora mark. Já. Mikill kraftur í hennu og ógn. Skagamenn gera breyting á sínu liði, út að kemur leikmann með 11, Júlíana Marí og inn á í henni stað kemur leikmann með 28, Telma Björk Rakkelsdóttir. Já, Grindvíkingar að sækja. Júlía fín pressaði neðan Dagbjörtu Mattisson. Bara flott. Tilbaka á Birnu, Birna reynsar frá. Og Bryndís gerir þetta vel. Finnur Telma reynir að setja hann í gegn, fær bara boltan til sín aftur. Telma Ása hangir í henni og fær að gera það. Ekkert ólöglegt við þetta, mati dómarans. Telma hefur betur, Telma vinnur boltan aftur. Reynir að setja hann í gegn hérna. Bryndís vinnur hann, Mattisson síðan með sendingu upp í svæðið vinstra megin. Þetta er ánægður með dómar, hann er búinn að leyfa leiknum að fljóta mjög vel. Hann er ekki að dæma á eitthvað svona smábrot hingað og þangað. Kellogg sleppur með þetta, Dagbjörn og togað hérna í hana og já, hagnaður. Kemur langur bolti, Birna fram á Ernu Björn, Erna, hún nær ekki til boltans. Dagbjörn fyrir skotið en víðs fjarri. Spurning hvort hann hefði mögulega getað tekið eitt touchið þarna áður. Já, ég held það, hann hefði getað tekið á mótunum. En Júlía gerir þetta ágætlega en Anna Þóra þétt í bakinn á henni. Mattisson út til hægri, slög sending og engin rángstaða þarna. Elvíra Agla hörði í horn að taka þarna. En er það Elvíra sem er að stoppa þetta. En Skagaliðið núna komið djúpt tilbaka, Selma skallar frá, Sigríður Emma og síðan Dagbjörn.
og Elvira Agla stoppar þetta þarna megin 4 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Getur hún ekki miklu verið bætt við, það er ekki búið að vera mikið að töfum í þessu. Nei, boltinn fyrir markið og það er hornspyrna hér. Það erði í rauninni gríðarlega sorglegt með við yfirhöndina sem Skagaliðið hefur haft í þessum leik. Ef að Grindavík næði að jafna, segi ég bara blákall. Það er ekkert að fara að jafna. Nei. Telma hreinsar þetta frá og þá getur nú Skagaliðið þrýstaðins framar. Klára með langan bolta fram. Júlía tilbaka á Siri Emmu, Anna Þóra hreinsar frá, Mattisson. Langan bolti fram. En svo er náttúrulega þegar Skagaliðið vinnur boltann að freista þess væntanlega, myndi ég halda Skarpi, myndi reyna að halda það síðan. Það skiptir rosalega miklu máli. Aðeins að róa taugarnar með boltann við fæturnar á sér. En bara svo þú vitir það, Aron, þar sem þú ert sérfræðingur í setti, að þá færð þú það verkefni að velja mann leiksins úr röðum í. Þannig að ég ætla að gefa þér 2,5 mínútu til að hugsa þetta. Og tilkynna mér svo valið þitt á 90. mínútu. Ég gerir það. Þetta er ábygglega erfiðasta spurning sem ég fengi í dag. Þetta er búið að vera mjög jafnt allt saman. Þetta er búið að jafna frammistöðu. Erla Karitas losar hennan fram á við. Fær boltan til sín aftur. Selma, nei, sendingin nær ekki til hennar. Þá getur Grindavík sótt hérna Unnur. Finnur Júlíu, Bryndís kemur framan á hana. Mist til hægri á Ásu. Júlía og Selma full ákveð þarna aukaspyrna á hættulegum stað sem að Grindavík fær hér. Já, koma þessi í burtu. Já. Takk. Þetta er náttúrulega akkurat það sem að kannski Grindavíkur liðið einmitt svona vill fá á þessum tímapunkti. Það eru þessi föstu leikadrið sem að geta kannski virkað. Já, ég man í fljótu bragði ekki eftir færi hjá þeim í leiknum. Nei, það er alveg rétt. Það er Tinna Hrönn sem að tekur spyrnuna inn á fjær svæðið og boltinn dettur í teignum. Birna kemur þessu frá, boltinn aftur í áttina að teignum og það kemur skot og Kílil Kesvar slær hann yfir. Elvari. Þarna kom loksins, það sé náttúrulega ekki orðið sem maður á að nota, hættan frá Grindavík. Ná að skapa sér loksins hættulegt marktækifæri en þarna þurfti Kílil að vera vakandi. Já. Og Grindvíkingar finna að það er möguleiki. Kílil út úr markinu og grípur þetta, gríðarlega mikilvægt og það er að detta í 90 mínútur Aron í mér. Og ég ætla bara að fara að rukka þig svar maður leiksins eða kona leiksins. Já. Fín spyrna frá Kílil. Sko, fyrir mér snýst er þetta rosalega jafna framistöður en valið var svona, ég hugsa að var á milli Elvíru og Ernu Björt og ég ætla að velja held ég Ernu bara fyrir hún hefur náð að halda boltanum vel, skora þetta mark og ég er rosalega mikilvæg í öllu uppspili þannig að ég vel hana. Já, Erna Björt Elíasdóttir bara til hamingju með það og kemur langur bolti fram komin uppbóta tími spurning hversu mikill hann verður myndi halda ekki mikið meira en 2-3 mínútur algjörlega hámark. Viktoria Sól í skoti beint á Kílil sem er vel staðsett og
væri ekki slæmt að detta í smá reytabolta hérna og halda boltanum. Nú má, nei, ekki að segja það. Kemur langur fram og þarna þurfti Skalið að vinna hann og halda honum. Erla Caritas hreinsar þetta frá. Elvira setur hann út af. 1,5 komin upp fram yfir venjulegan leiktíma. Grindavíkurliðið spilar, skiptir yfir til hægri. Skalið að ná í fyrstu 3 stigin sín í lengjudeild í 3 ár hér í kvöld. Telma fer af stað út í vinstra hornið og gríðarlega stíf pressa þetta. Ása gerir þetta nú vel og vinnur innkastið. Kemur boltinn fram á við. Júlía Rut nær að snúa. Sendingin í gegn. Telma, Tinna með skotið en færi var þröngt og Kilíl vel staðsett. Stóð og kíkjum við. Gult spjald og hún heldur á boltanum í, hvað var þeim, bara 6 sekúndar þá? Akkur en þetta finnst mér, þetta hef ég ekki séð. Nei, boltin í leiki það ekki? Jú. Og já, mjög það er alveg til að vita hvað hann bætti við, maður. Það eru komnar. Já, þetta er, og þar með er flauta. Það er svona léttir í höllinni. Svona Grindvíkingar sóttu kannski svolítið hart allra síðustu mínúturnar en verðskuldar sigur Skagans. Já, alveg klárlega, og þó þar hafi kannski sótt síðustu tíminn þá sköpuðu sér engin færi fyrir utan þetta skot sem að Kílíl varði og bara sanngjarnt fyllilega verðskuldaður og sanngjarnt sigur. Hefði í rauninni átt að vera stærri, 2 skallar í slá og fullt að góðum færum. Já, þetta var bara mjög vel spilað leikur, þannig þetta bara gefur góð fyrirheit. Já. Það er bara klálega þannig. Þú myndir segja að Skarphéðinn geti verið sáttur með þessa frammistöðu og svona heldur að það hafi verið, hversu mikilvægt heldur þetta sé fyrir stelpurnar að sko eftir þessa fjarveru úr lengjudeildinni að byrja á sigri? Hversu bara þýðingarmikið er þetta fyrir þær? Þetta er mjög þýðingarmikið. Þetta sko maður sé bara léttirinn á þeim. Þetta skiptir öllu máli að ná fyrstu 3 stigin. Líka í þessari deild þar sem það verður bara þannig að allir eru að vinna alla og svoleiðis. Og bara, ef ég tala bara fyrir mitt leyti, þá bara virðist við vera mun sterkara lið en Grindavík. Þannig að þetta er bara mjög jákvæð byrjun. Akkurat, og við fyrir nú að segja þetta gott hérna úr Akraneshöllinni og hérna það er náttúrulega bara lengjudeildin verður á dagskrá hjá okkur og IATV í allt sumar kvennalið og bara hvet fólk til að fylgjast vel með því eins og náttúrulega Káraliðinu. Við ætlum að fara að segja þetta gott. Heiða Mar Björnsson var á myndavélinni í dag og Aron Ímir, ég þakka þér kærlega fyrir samveruna, þetta er búið að vera mjög ánægilegt. Takk fyrir að bjóða mig, þetta var virkilega gaman. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og lýsti þessu með Aroni og stjórnaði útsendingunni. En þangað til næst þá bara bið ég ykkur vel að lifa gott fólk. Takk kærlega fyrir okkur.